Kæru hlustendur, eru velkomin í sjókastið. Til mín komin Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, viðreisnarkona og áhrifarík rödd í íslensku samfélagi. Ég þekki þér náttúrulega fyrst og fremst að því að geta gert á undraverðan hátt, tæklað og rætt stór og lítil mál, auðveld og erfið, en alltaf með sömu stóísku rónni, en þó að festu og röggsemi. Mér langar að kynnast þér aðeins í þessu spjalli og mér langar að auka skilning minn og hlustenda á því hvað atvinnuvegaráðherra fæst við svona dagstaglega sérilagi í tengslu við sjávarútveg. Vertu velkomin Hanna Katrín. Kæra þakkir, gott að vera hérna. Þú ert eina af þessum stjórnmálakonum sem að fólk upplifir sem bæði hlýja en jafnframt svona, svolítið beinskeytta, röggsama kannski frekar. Hvaðan kemur þessi drifkraftur og hvað það sem að móta þig? Einhver svona persónuleg reynsla sem að hefur gert þig að þeirri mannesku sem þú ert í dag? Já, þegar stórt spurt. Ég held að þegar ég líti baka svona orðin þetta síð miðaldra sem ég þá myndi ég nú kannski fyrst og fremst segja að það sé svona samsafn af alls konar hlutum sem að ég hef upplifað á lífsleiðinni, lært og lent í, sem gera með þeirri mannesku sem ég og það kannski byrjuð þetta fyrst að telja bara gott uppeldi. Ég alveg upp í ástríkri fjölskyldu í Breiðholtinu. Fjölskylda var ein af frumbyggjum, þannig ég man eftir mér taka strætó upp í Breiðholt úr Álfumónum þar sem við bjökkum fjölskyldan með nesti fyrir pappa í poka og rölta svo til hans þar sem hann varði kvöldum og helgum í að smíða fyrir okkur hús. Góð fjölskylda og við ólust upp í Breiðholtinu systkinin þar sem var náttúrulega bara undraveröld barna og mikið frjálsræði. Við gengum að eina sem okkur var bannað með harðri hendi, eða allavega það var ekki margt sem var lagt blátt bann við en við máttum ekki leika okkur í húsagrunum. Eftir nokkur vondsli sem urðu þar á börnum sem að það var svo mikið þetta á sínu tíma. En þetta svona, bakgrunnurinn þarna og svo bara hefðbundið skólavegur en hérna fjölskyldan barðist líka alltaf merki að þau voru mjög frjálslynd báðir foreldrar mínir, þau voru alþjóðasinnir, þau voru frjálslynd og vildu svona hafa frekar færi reglur en fleiri en að þeim væri þá líka bara fyllt og vildu svona við reyndum hitt og þetta systkinin. Þetta eitthvað á skjön við íslenskan almenning á þessum tíma? Ég upplifði sem svona svolítið svona alþjóðlega konu, ég veit þú ert fædd í Frakklandi og hefur eitthvað svona bourgeois yfirbræði yfir þér en þú ert ekki alin upp í Frakklandi? Nei, ég það ekki. Þetta sem sagt þannig foreldrar minni kynnast, mamma á sem sagt frænku sem að flyst til Danmerkur og giftist af dansku manni og eignast börn og mamma fer einhvern veginn út til þess að hjálpa henni og heimsækja og passa börn og svona og kemur svo heim og ákveður að fara aftur út í nám. Og fyrir Honabæðisfremmi í Kaupmannahöfn, mikil hannir að kona og svona og bjóð þar á svona pensjónati í Kaupmannahöfn sem var mikið Íslendinga. Síðan pabbi, hann var danskur, hann kemur frá Fjóni inn til stórborgarinnar og ætlar að fara að freista gæfunar, tvítugur og leitar að ódýrasta pensjónatinu sem hann gat fengið herbergi í. Það var auðvitað pensjónati sem að Íslendingarnir kistu. Þannig að hann eini Dani sem þarna og þau kynnast og hérna til að gera svona ágætla langa sögustutta þá endar það með því að þau gifta sig í Kaupmannahöfn. Og eru síðan svona þvælast á milli og ekki alveg kannski búin að ákveða hvar þau stinga sér niður en enda á Íslandi af því að það var bara aðeins sterkari fjölskyldubönd og svona mamma frekari sennilega bara og síðan fer pabbi í nám heima á Íslandi og hann velur viðskiptafræði því að hann gat lært það á dönsku. Þá voru allir prófessornir lærðir í Danmörku og hann fekk að skila ritgerð á dönsku, svona þannig þróaðist þetta. Vann hjá sambandinu með námi og lærði íslensku. Verður íslensku ríkisborgari, þvingaði til að skipta nafn, sem kannski ástæðan fyrir því að ég ekki mjög elskað að ströngum íslenskum nafnalögum. Nei. Sá sem á mótið situr, hér Drengur Pétursson fyrstu 10 ár ævi sinnar út af reglum mannanafnanefndar. Akkurat. Það voru ekki til fordæmi fyrir því að börn mættu heita Ariel. Nákvæmlega. Þetta er mjög merkilegt sko, í raun og veru.
en það gerist sem sagt þannig að síðan fara þau að þú nefndi Frakkland að pappi fer og verður svona fær vinnu hjá OECD í Frakklandi og þau búa það foreldrar mínu nokkur ár og ég fæðist þar en svo endaðu eftir þetta flakk og koma sér endalega fyrir í Breiðholtinu. Þannig að þú færð hérna svona þetta Evrópu alþjóðlega þessa strauma og færða bara svona með föður og móðurmjólkinni strax á hlutubarsbeini. Já, það var svolítið þannig sko, eðli málsins vegna fylgdust þau vel með fréttum að utan og hefðu bara mikinn áhuga við ferðuðumst töluvert til útlanda. Pappi kallaði það alltaf fórnarkostnaðinn við að setjast á Íslandi, hann vildi fara reglulega út og það var náttúrulega stórkostlegt. Þannig að það var svolítið svoleiðis. En svo hefðu þau bæði bara einlegan áhuga á pólitík og samfélagsmálum og þetta var náttúrulega á þeim árum sem að fjölskyldur sátu og borðuðu kvöldmatinn og meðan kvöldfréttir voru í útvarpi og svo var hort á fréttir í sjónvarpi, þannig að þetta var svona einhvern veginn bara daglegt líf fjölskyldunar flettaðist inn í þetta. En svona blessunlega þá man ég ekki eftir þér síðan úr barnæsku sem pólitíkus. Það eru náttúrulega til pólitíkusar sem að bara einhvern veginn fara þennan beina veg, fara í MR og svo farið í lögfræðina og svo 22-24 eru þeir komnir einhver störf fyrir flokkinn og setjast svo einhvern veginn í beinu framhaldi, gerast aðstofamenn ráðherra og þú varst nú reyndar eins og aðstofamaður á það. En þú ert búin að, það sem ég er að fara svona að gefa þig kredit fyrir er að hafa fengist við ýmislegt annað en pólitík í gegnum tíðina. Algjörlega og þetta beinþátttaka í pólitík var raunverulega fjarri mér algjörlega þar til daginn sem ég ákvað og sagði upp vinnunni minni og skellti mér í frambúð þarna haustið 2016. Það var bara þannig. Það var ákvörðun sem var tekin bara mjög skyndilega en það var auðvitað aðdragandi. Hann er kannski þessi að ég fyrir bara nám og ég starfa sem blaðamaður á Morgunblaðinu í 10 ár, kynnist þar konunni minni, Ragnhildur Sverrisdóttur og þetta er nú á þeim tímum, þetta er hérna upp úr 1990, 94, 345 og þá er bara réttinda bara þetta samkynhneigðra þetta á flegiferð og það er einhvern veginn hlutur sem við tökum svona þátt í en kannski svo ég farið aðeins aftur áður en að þessu kemur og þannig er ég náttúrulega orðin 30 sko þá hafði ég bara verið meira uppteknin, ég var íþróttastelpa, ég spilaði handbolta lengi með félagsliðum hér heima IR og síðan var spilaði með landsliðinu þannig að allur frítími fór í það frekar en eitthvað stjórnmálavafstur. Já, engin stúdentapólitík að flækjast fyrir þér? Bara engin. Og síðan er þetta þannig að við ákveðum og staðan á Íslandi á þessum tíma er svo að við gátum ekki eignast börn. Nei. En það var það sem hugur okkur stóð til. Þannig að við flytjum til Kaliforníu 98, 99 og þá fer ég í framhaldsnám, ég hafði klárað heimspekja hagfræði hérna heima og ég fer í MBA-nám þar en og afleiðingin eftir þessa rífilega 2 ára dvöl hérna var annars vegar meistaraprófið og svo hins vegar tvíburadætur okkar Ragnhildar. Þetta er ásvonlegt. Þannig að já, það var dásamlegt. En á þessum tíma var þetta sem sagt ekki eitthvað sem var valkostur á Íslandi? Nei, akkurat og magnað hugsa til þess á 25 árum hvernig hlutin hafa breyst. Í hvað átt við höfum farið og í hvað átt Bandaríkjanna hafa farið. Það er svolítið magnað að setja í samhengi við það að þið fóru til Bandaríkjanna til þess að láta þennan draum verða veruleika. Akkurat. Og fyrir svona hvað ætla sig ekki 10-12 ár síðan að var til fyrirtæki á Íslandi sem heitir Pink Iceland sem að gerði fyrst og fremst út á það að gifta samkynja hjón sem kom frá Bandaríkjunum til Íslands til það sem að það mátti. Þetta er svolítið... Þetta er algjörlega magnað. Magnað, hvernig getur breyst svona mismunandi í löndum. Já, sko það er það nefnilega og það er sennilega efni annan þátt að ræða bara akkurat þessa hluti. En við komum heim og Ragnhildur var aftur að vinna hjá Morgunblaðinu. Ég fer til Háskólans í Reykjavík sem var þá að stíga sem fyrstu skref og þar í einhver ár og síðan bara einhvern veginn þróast málin að ég fer að vinna hjá hinum með þessum fyrirtækjum í bara mjög skemmtilegum störfum og bara beita því sem ég hafði lært og við höfum það bara gott þessi fjölskylda. Má ég spyrja þig hvað varst að kenna í háskóla? Ég var að kenna stjórnun og stefnumótun og viðskiptasiðfræði. Þannig að ég svona var að tengja bæði þetta með heimspekin og hagfræðina. Já, ég er svona staðsetað í kollinu hvar þú hefur sérhæft þig. Já, einmitt. Og svo var ég líka mikið í stjórnendaþjálfun
var framkvæmdastjóri háskólann sem stutt tímabil og fer síðan út á engamarkaðinn fyrir alvöru og þar til hausti 2000 og vorið 2007 og þá hafði ég kynst Guðlaugi Þór Þórðarsyni í einhverjum verkefnum sem ég man og ég ekki nákvæmlega hver eru en þannig við þekktust og þegar hann verður heilbrigðisráðherra og býður hann í starf aðstoðamanns vegna þess að ég var með hafði bara verið að sinna þjálfun og öðru slíku í breytingastjórnun og stjórnunarstefnumótun og svona. Þannig að þetta var mjög áhugaverður tími og við vorum á fleygiferð með mjög að mínum að þetta mikilvæg og jákvæð verkefni í heilbrigðisráðuneytinu þegar kemur að haustinu 2008. Það ætla ég að skjóta inn erfiðri spurningu gamla syndir. Varstu sem sagt mikil sjálfstæðiskona áður en að Viðreisn kom til? Ég var það ekki. Ég skráði mér flokkinn til að því mér fannst það viðeigandi að vera skráði flokkinn þegar við starfaði sem aðstofan. Var það fyrst þá sem þú skráði í flokkinn? Já. Okay. Og ég hafði fram að því kosið ýmislegt, kaus kvennalistan einhvern tíma gamla alþýðuflokkinn en sjálfstæðarflokkinn líka og enn og þeim megin í lífinu alltaf jafna. Það allt svo hægra megin við hérna gömlu og góðu línu hægri vinstri sko. Alþjóðasinnuð hægri kona. Já, er þar. Þannig að síðan fer náttúrulega bara íslenskt samfélag algjörlega á hvolf eins og við munum og fókusun minn er náttúrulega bara þarna erum við báðar á tímabili án atvinnu með lítil börn og nýbúnar að kaupa okkur hús bara veruleiki mjög margra Íslendinga á þessum tíma. Og þú reynt þetta á eigin skinni þá? Já, hrunið. Algjörlega og ég var nú kannski ræðst síðan til starfa hjá fyrirtæki sem heitir Æsfarma er með mörg sterk lyfjaumboð sinni könnu líka með mjög öflugt heilbrigðistæknisvið og síðan meðalans næki umboð og mjög heilsa og heilsutengdar og heilbrigðistengdar vörur. Gríðarlega öflugt fyrirtæki og þar stýri ég næstu árin og eftir sviðinu sem heitir heilbrigðistæknisvið. Já. En hrunið hafði gert að verkum að áhugi minn á bara pólitík. Hafði einhvern veginn kviknað fyrir alvöru, alltaf verið pólitísk en einhvern veginn á einhvers konar þáttöku, alltaf fer ég dýpra inn í það og við erum þarna margir vinir eða hópur sem að hittist reglulega og fer að ræða þetta og þá í tengslum við Evrópusambandið. Og þetta er eiginlega undanfarin og aðdrandin að stofnun Viðreisnar sem var það veruleika vorið 2016 síðan er blást til kosninga árið fyrir en ætlinu var út af málin sem kom upp hjá þáverandi stjórnarflokkum og mér býðst þarna haustið efsta sæti á lista í Reykjavík sem ég hafnaði af því ég var bara ekkert að leiðin að hreyfa minn eitt ég hafði ætlað mér hlutverk einhvers konar í baklandinu en ég hugsaði mig síðan og taldi þetta vera tækifæri vegna þess að ég hafði og mun hafa mikla trú á því góða afli sem Viðreisn er í íslensku samfélagi og mér fannst ótækt annað en að þiggja þetta góða boð. Sagði já, takk, sagði upp í vinnunni og mætti á fyrsta opna fundin daginn eftir og hér er ég. Og hér ert þú, dásanlegt. Þannig að hérna, ég bara svo að sé sagt við ætlum ekki að hætta okkur út í neina Evrópusambandsumræðu, þá verður þetta ekki skemmti þáttur. Við erum mjög skemmtilega. En hérna, við langar einmitt til þess að bara svona spóla fram í tíma. Þú einmitt ferð þarna inn af fullum þunga í stjórnmálin. Og síðan mikið vatn búið að renna til sjávar og í dag ertu ráðherra atvinnumála. Og þetta ansi stór póstur og við rifjum upp þá hafa einhvern tímann setið í þessum stólum eða sambærilegum stólum einstaklinga með bakgrunn úr iðnaðarsamtökum eða þá hands-on reynslu úr einhvers konar iðnaði og reynda dýralækna líka og ég veit ekki hvað en mér langar til þess að heyra að því hvernig var í pottin búið þegar hann var bitist ráðherrastólana eftir síðustu kosningar. Sóttistu sjálf eftir að verða ráðherra þessa málaflokks eða var þetta svona köllun eða komið að máli við þig eins og sagt er?
Nei, raun og vera ekki. Þessar stjórnarmynduna viðræður voru á hendi forystu flokkana, formanna og varaformanna. Þar bara eins og gengur að gerist ráðherra embættum skipt og það síðan formaður sem að ákveður þetta. Þannig ég fekk bara símtal. Þú fyrst símtal af þeim sem bara sá því sem besta aðilann til þess að sinna þessu jobbi? Já. Okay. Það nákvæmlega þannig. Og hvernig hefur þetta nýja hlutverk reynst þér? Þurftir að eyða miklum tíma í að setja þið inn í einstaka málaflokka sem að heyra undir ráðuneytið eða ertu bara hjálpar kannski að hafa verið að skrifa í 10 ára Morgunblaðinu? Það gerir það klárlega og það hjálpar alltaf í lífinu. Ég á eiginlega erfitt með að sjá fyrir mér starfsvettvangs þar sem sú starfsreynsla kemur ekki til góða. En þetta var náttúrulega gríðarleg vinna og ég var nokkuð sem hætt við þetta þannig í janúar og febrúar bara vegna sem ég sá bara ekki fram á að koma, segi það nú í gríni svo sem en enga síður þá var þetta var næstu því óyfirstíganlegt verkefni að setja sig hratt og vel inn hlutina að því nú frekar óþolum að manneska líka að eðlisfari þannig að það var ekkert endilega í orðabók minni að segja að þú verður komið með þetta eftir svona ár ég ætlaði náttúrulega bara að ná þessu en það hjálpaði heldur ekki til að það var ákveðin svona þörf þegar ég tek við lyklunum úr hendi fráfarandi ráðherra Bjarna Benediktssonar í kringum jólin í fyrra þá ég sem sagt 5. ráðherran á því ári. Já, það svakalegt. Og auðvitað var það af alls konar ástæðum, það voru veikindi og það forsetaframboð og það stjórnarslit, allt á sér ástæður, en það gerði það líka verkum að ákveðin mikilvæg en kannski ekki á hverjum tíma mjög áreiðandi verkefni, þeim hafði verið ítt, þeir höfðu fyrir ráðherrar ítt svolítið undan sér. Bara verið sett á hold. Já. Og þannig að staflin af einhverju sem þurfti að klára var orðin svo stór og svona þannig að óþrýjan mikið eftir að koma ákveðnum verkefnum áfram að því í svona ráðuneyti og mjög mikið af bara svona kerfislegum verkefnum sem ekki hápólitísk en það þarf að vanda vel til og það þarf að taka afstöð til þeirra og svo framvegis þannig að þetta var mikil vinna og mikill lestur stórir bunkar þarna framan af og svo auðvitað allir þessir aðeila sem þurfti að hitta og svona í stóru ráðuneyti og svo þessi vinna skeita saman þessum 2 ráðuneytum eða 1,5 ráðuneyti og búa til góða heild en þar náttúrulega lyftir ráðuneytistjórinn Bryndís Hlöðversdóttir grettistaki og hennar góða fólk og skrifstofustjórnir sem þarna eru náttúrulega afburða fólk þannig að það hefur tekist vel til og ég svona Þú ert að vera komin inn í þetta. Já, en þetta náttúrulega alveg þannig. Þetta sjávarútvegurinn, þetta mjög fyrirferða mikill, þetta gríðarlega mikilvæg atvinnugrein. Að svo mörgu leyti, síðan það ferðaþjónustan sem okkar stærsta atvinnugrein, kemur að veltu og mjög mikilvæg líka. Hún er bæði lík og ólík sjávarútvegnum. Það landbúnaðurinn. Það eru mörg horn að líta þar líka það fiskaldið sem að vaxandi atvinnugrein það þarf að vanda vel til þar og síðan það samkeppnismál og neytendamál og svo iðnaðurinn þannig að þetta mjög víðfeðmt en það auðvitað samt sem áður allir þessi málaflokkar eiga það sammerkt að leiða ljósið verðmætasköpun hún þarf að hvíla á alþjóðlegri samkeppnishæfni og markmiðið að byggja upp íslenskt samfélag. Ég meina þannig að þeir vinna saman í því tilliti. Þetta stóra verkefni. Það stundum talað að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo það að svína á einhverjum og það bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Ég myndi giska á það að þú hafi fengið svona góðan meðbyr þegar þú kemur inn í ráðuneytið af því að það hafi verið kannski komið svona óþreyja bæði með starfsfólks ráðuneytisins eða ráðuneytana 2
með öll þessi stólaskipti, þetta óstabilitet og þá sem að kannski reiða sig á, sem eru út í atvinnulífinu sem reiða sig á að ákveðin mál séu kláruð. Er þetta rétt ágiskun hjá mér að fólk hafi svona geta anda létt að nú er komið eitthvað stabilitet, við getum séð fram á að hún Hanna Katrín verið meira heldur en 3 mánuði? Já, það var allavega að fagna sko fyrstu mánuðina þegar það var mánaðarafmæli, þá voru vöfflur í ráðuneytinu. En það sem öllu jafna ætti ekki að vera stór milestone sko, en var það vissulega þarna. Já, en já, ég held að það hafa alveg verið og það eru þetta sennilega aldrei þægilegt fyrir starfsfólk ráðuneyta að það sé mikill pólitískur óstöðuleiki, sérstaklega milli samstarfsflokkana. Akkurat. Þannig að ég held að starfsfólk ráðuneytisins eins og bara samfélag allt hafi alveg verið til í ákveðin stöðuleika. Ég nefnilega þeirra skoðunar að sko sem svolítið fyndið að segja þegar ég sitt hér á fjölmiðlaspjalli, en ég þeirra skoðunar stjórnmálamenn eigi ekkert endilega að vera sjálfur mikið í sviðsljósinu. Það er að segja, þeir eru að vera að vinna vinnuna sína og búa til ramma fyrir fólk að lifa og starfa innan, vinna þessa verðmætasköpun, vera að vinna sínu og við eigum að tryggja að hlutirnir fungeri. Og við gerum það ekkert með því að vera alltaf að gasprótum allt heldur frekar með því að vinna hlutina. Mikið gott og heilbrigt að heyra þetta. Við deilum þessari skoðun að þetta hlutverk ekki að snúast of mikið persónuna sem er í embættinu. Akkurat, en það eru auðvitað vandratað og er það þannig og eitthvað er náttúrulega svona, þú veist, að koma upplýsingum og miðla til almennings, hvað er verið að gera en það er óþarf að vera kannski á forsíðum blaðan á hverju einasta degi sko. Já, og einmitt, bara að það er líka bara allt í lagi að vitnisburðurinn sé bara að hlutirnir virki. Flott, gaman að heyra þetta. Mér langar að vinda mér aðeins í hugðarefni mitt og svona þema þáttarins sem er einn af þínum málaflokkum, það er sjávarútvegurinn. Það er náttúrulega svona stærsti hluti af lagaverki og regluverki og ýmislegt fleira sem heyrir undir þitt ráðuneyti. Ég er með svolítið skemmtilega tölur undir höndum, það eru ekki alveg brakandi nýjar en ég er með tölur sem að Deloitte tók saman í tengslum við sjávarútveg og í tengslum við veiðigjöldin. Það skemmtilega umræðuefni og Deloitte hefur greint frá því að hækkanir veiðigjalda og kolefnisgjalda geti þýtt að beinar álögu fari upp í hreinlega 60% af rekstrarafkomi hjá stærstu fyrirtækjum á næstu árum, að þær hækka úr 40% yfir í 60%. Og svona, mér langaði bara að spyrja, sko, er þetta sjálfbært til lengri tíma? Var farið of skarpt af stað í veiðigjöldum? Við heyrt þessi sjónarmið að það hefði þurft að gera þetta í fleiri þrepum yfir lengra tímabil. Hvað segir þú? Já, þessi umræða auðvitað og átökin þetta mál tóku auðvitað mikinn tíma framan af þessu ári. Sko, varðandi þessar tölur þá man ég eftir þeim úr umræðinu en við mótmæltum þeim reyndar sko og teljum að þarna sé liggið til grundvallar eitthvað sem er ekki verið sýnt fram á og við erum með öðrum orðum með aðra tölur. Já, eftir að sannreina í raun og veru afleiðingarnar. Já, og auðvitað er það þannig að þetta álögð gjöld með ekki vera of stór hluti af hagnaði eða rekstrar afkomi fyrirtækja. Við þekkjum þá fínu línu, ég meina það þarf að vera hvati fyrir eigundir fyrirtækja að skila góðri afkomi og búa til verðmætin áfram. Veiðigjöldin eru síðan annars eðlis en önnur gjöld, fyrir að þetta er ákveðið auðlindagjald fyrir nýtingu auðlindarinnar og sem slíkt frádráttarbært frá einmitt skatti. Og síðan er annað að þessi leiðrétting og hefði mátt fara hana í fleiri skrefum ef að væri að ræða einhvers konar breytingu á reikniformúlinni, þannig að það væri bara verið að hækka, það væri verið að fara úr einhverju prósentutölu yfir í aðra prósentutölu yfir í aðra, þá finnst mér það ekki óeðlileg nálgun. En eins og kom skýrt fram í mínu málu og okkar þegar við fórum í gegnum þetta þá lítum við á þessin leiðréttingu vegna þess að veiðigjöldunum var alltaf ætlað að vera ákveðið hlutfall
af raunverulegu söluverðmæti sjávaraflans. Við færum sönnur á því að svo hefði ekki verið og við breyttum því. Þannig að þar með fannst mér fara einhver sanngirnis rök fyrir því að gera þetta í þrepum. Það er hins vegar svo að því var breytt, þetta innleitt í þrepum, það tekur núna gildum áramót og það er 85% til að byrja með. Það var líka aukið í afslátt eða frítekjumark, hvaða orð sem að notar við það til smærri útgerða. Já. Auk þess sem byggðastofnunin falið að endurmeta áhrifin á byggðafestu og annað. Þetta er umtalsverð hækkun, en það er líka alveg rétt að halda því til haga að svo hækkun sem að við munum sjá sennilega núna, hún er ekki síst komið til þess hver gríðarleg verðhækkun hefur orðið á þessu ári og 24 einhver leiti líka verðhækkun sem eiginlega sér varla fyrir endan á og hefur auðvitað bein áhrif á afkomu fyrirtækjan og þar með tali veiðgjöld. Akkurat, en svo eru kannski hérna, það er grunnurinn sem að hefur líka verið deilt grunnurinn til útreikninga á veiðigjöldu sem hefur líka verið deilt að hvort að ég verið að horfa til einhverja í hérna sölu talna frá Noregi, hvort að það sé endilega svona mest réttvísandi og eitthvað. Án þess að kafa of djúpt í þetta, átti sér nógu langur aðdragandi og samtal milli stjórnvalda og útgerða varandi þetta? Já, sko, það má alltaf deilum það. Við strax í upphaf árs buðum upp á slíkt samtal, kölluðum eftir öðrum hugmyndum til þess að ná fram þessari leiðréttingu, þessari breytingu sem við töldum réttmæta og það kom ekkert. Þá heldum við áfram okkar vegferð og síðan er þetta komið á farveg. Þannig að ég held að bara svo ég sé algjörlega... Kom bara þvert nei eða þannig svona bara höfum gjáð á þessu eða? Já, eiginlega meira það, kannski ekki þvert nei, heldur bara einhvern veginn töluð fyrir döfum eyrum í upphafi. Og svo breytist það eftir því sem að málinu vindur fram, en þá erum við bara komin á flegi ferð með okkar. En ég ætla líka bara að vera alveg hreinskilin með það að óháð kannski útkominni, þá finnst mér þetta mál líka hafa sýnt fram á að samtalið á milli aðila getur og þyrfti að vera betra. Milli stjórnvalda og þá SFS eða... Já, í raun og veru sko, af því þarna er bara svo margt undir og varðandi bara yfirhöfu grunninn, ég persónlega og Viðreisn, við erum ekki mjög hrifin bara yfir höfuð af þessum veiðigjalda nálgun, við myndum vilja sjá aðra hluti, við myndum vilja sjá markaðinn ákvarða þetta verð og þessi leið sem við förum er á grunni veiðigjaldana eins og þau lög eru nærtakasta leiðin til að finna markaðsverð. Við höfum ekki markaðin í Reyma, þetta er hérna sama vara, þar sem hún er ekki sama eins og í makrílnum, aðlöguðu hana, en þetta er gríðarlega flókið og það er líka flækjustig sem felst í því að það er 2 ára alltaf lagg á milli. Já. Þannig að með nútíma tækni þá er eiginlega hálf sérkennlegt ef að við teljum okkur öll trúum það við getum ekki haft þetta meiri rauntíma tölur og haft þetta einfaldara og sanngjarnara fyrir alla aðila. Kannski verður það bara niðurstaðan að fengna góður samtali við atvinnugreinina að þessu verður breytt á einhvern hátt. Já, það er allan að því ég verð ekki vörð við það í samtölu mínum við aðila, við útgerðarfélög og annað, þeim finnst ekki eðlilegt að greiða fyrir afnóta af auðlindinni og það verður nú seint sagt að hérna andblærin eða svona einhvernar orð Viðreisnar séu skattagleði sko, það hefur ekki verið hingað til. Nei. Það er hérna að tala miklu frekar fyrir frjálsum markaði og einhverju svona hóflegri skattlagningu en það sem að ég allan held persónlega er að afnóta gjöld af auðlindinni ætti að vera sko eitthvað skref í átt að skapa líka aðeins meiri frið greinina gagnvart almenningi á því að maður sá það mikið á því þegar málþófið stóð sem hæst í kringu þetta að stuðningur almennings við hérna hið öndverðast að fá knýja ekki hækkanir í gegn stuðningur við það var mjög takmarkaður og það sé komið eitthvað svona það þarf aðeins að kaupa hug og hjörtu almennings hérna gagnvart útgerðinni
og það mjög mikilvægt að það takist. Þetta náttúrulega, sjávarútvegurinn burðarás sko, og ekki bara í íslensku efnahagslífi, heldur bara í íslensku samfélagi, sögulega, menningarlega, þannig að ég sannfærð að jafn mikilvægt að það verkefni þá sé það líka verkefni sem á okkur muni takast. Við viljum þetta öll. Sjávarútvegur hefur verið, og mun verða þetta akkeri hjá okkur. Fyrirmynd annarra atvinnugreina í því hvernig við þróum okkur áfram, í hvernig hliðarafurðir eru nýttar, hvernig tæknin nýtt, sölustarfi erlendis, ég meina það svo margt í þessu. Þannig ég líti á það sem að risastórt verkefni sameiginlegt sem að atvinnugreinin og stjórnvöld hafa fyrir höndum og bera bæði ábyrgð á. Þú nefndir að Byggðastofnun hefði það hlutverk að leggja mat á áhrif svona veiðigjalda á byggðir, smærri byggðir og byggðir út á landi. Ég velti einmitt fyrir mér sko í svartsýnustu spám sem eru í tölum Deloitte, þá sýnt fram á það að veiðigjöld gæti sko farið yfir 100% af rekstrar afkomu, til dæmis hjá Skinney Þinganesi, þar sem að reksturinn myndi færast úr því að skila hagnaði yfir í tap eftir álagningu veiðigjalda. Þetta reynist rétt þegar það farið að gera upp veiðigjöldin, mun þá mat Byggðastofnun að geta mögulega breytt forsendunum fyrir útreikningi eða innheimtu þessara veiðigjalda? Já, það var náttúrulega í hæsta máta sérkennilegt ef ég hefði stutt og mælt fyrir það að Byggðastofnun fengi þetta verkefni. Ég væri síðan búin að ákveða fyrirfram, ég ætlaði ekki að hlusta á það sem kæmi út úr því. Það nú ekki þannig sem ég vinn. Þannig að minna, við það markmiðið, það verið að jústera þessa hluti ef ég má sletta. Já. Þannig að það auðvitað það sem við sjáum fram á. En auðvitað það líka þannig, ég meina við þetta ekki þær tölur sem við sáum, það margt sem auðvitað spilar inn í líka. Við líka með gríðarleg verðmæti í höndum í þessum aflaheimildum og það auðvitað mikilvægt að þau fyrirtæki sem hafa sýsla með þær séu velrekin og kunna búið til verðmæti úr þessu, þannig að það líka svo ábyrgð. En þetta verður já, ég segi það bara hlýtur að vera það. Þannig að þetta bara hlutir sem eru í lifandi skoðun. Ok, en áhyggjuraddir með fullvinnslu afla eða fullnýtingu og hámörkun verðmæta að hún eigi sér stað semst fyrir innan okkar landsteina. Síðasti viðmælandi minn hér í sjókastunum var Þór Sigfússon hjá Sjávarklasanum sem var nú alls ekki að hallmæla núverandi ríkisstjórn en viðraði þessar áhyggjur að með því að hrófla of mikið við því kerfi sem að hefur fungerað þokkalega hinga til, þá væri þá ekki lokuskoti fyrir það að það gæti staðið frammi fyrir því að óunnin fiskur þá fluttur í auknum mæli frá Íslandi til landa þar sem ódýrar vinnuafl, til dæmis til Póllands eða Litáen, og væri þá að missa bæði verðmætasköpunina héðan og væri jafnframt að missa kannski töluverðan fjölda starfa. Búið að skoða þetta til hittar? Þessi þróun áhyggjuefni, en hún hefur átt sér stað í vaxandi mæli undanfarin ár án tilkomu veiðigjalda. Já, bara þegjandi og hljóðalaust. Já, sko framan af þegjandi og hljóðalaust, en þetta það ekki ígjör þegar ég segi að fyrstu símtölin og skilaboðin sem ég fekk þegar ég settist í stól atvinnuvegaráðherra í upphafi árs voru frá aðilum sem höfðu miklar áhyggjur af þessari þróun og sýndu mér tölur sem sýna að þetta hefur vaxið alveg gríðarlega undanfarið og það gerist á annars vegar frá bara þeim sem veiða og beint út eða það verið að keppast þennan fisk á mörkum og þann fyrir þaðan út í gámum. Og það alveg rétt sem þú segir að þarna eru við að missa verðmæti úr landi á ákveðin hátt, af því að á sama tíma erum við að segja
þarna liggur verðmætaaukningin í fullvinnslu afurða og þessi mikla þróun sem átt sér stað hér með að vinna hinn ótrúlegustu hluti raunverulega úr þessum afurðum. En það annað sem líka áhyggjuefni og það orðsporsáhættan. Vegna þess að við þekkjum það öll að sama hvar við komum, dásamar fólk íslenska fiskinn. Og ég að fá tölur og upplýsingar það að þessi svokallagi gámafiskur íslenski, í fyrsta lagi fer ekkit sérlega vel hann á ferð sinni á einhvern áfangastað erlendis, það ekki búið þannig hnútana og í annan stað eru vísbendingar að það sé verið að blanda honum við fisk annan stað frá og selja svo allt heila galleríið sem íslenska fisk. Ef að þetta verður viðvarandi þróun þá getur farið mjög hratt að gusta það vörumerki sem að byggst hefur upp hér á síðustu árum og áratugum sem gæða stimpillinn á íslenskan sjávarútvegs. Gríðarlega verðmætt vörumerki. Já, þannig og þetta og ég hef fengið þannig ábendingar og það þannig þungi í ákallinu til mín að við grípum til einhverja aðgerða að þetta bara í skoðun núna. Það eru þetta alls konar leiðir færar. Ég ekki mjög hrifin af því að setja annarkvort útflutningsbann eða vinslu skildu. Ég bara yfirhauð ekki hrifin af því. En það hins vegar til aðra leiðir, hvort það einhvers konar álag á óunnum fisk eða hvati til að vinna hér. Þannig að þetta bara í mikill skoðun. Það þetta náttúrulega gömul saga og ný, ég byrjaði minn fyrsta túr á fiskiskipið árið 2006 og það var í raun og veru sá túr sem að læsti mig svolítið inn í það að vilja vera áfram á sjóa því að ég naut góðs að því að við vorum að veiða ísu sem að fór beint í gáma og við fengum svo rosalega hátt verð fyrir hana með að flytja hann út. En þannig að það skilaði sér vel til áhafnarinnar en svona í þjóðabúið skilaði sér ekki með sama hætti af því að þetta fór náttúrulega aldrei í vinnslu, skapaði ekki störf í landi og allt það en þú væri sem sagt alveg tilbúin að skoða einhvers konar girðingar eða hvata til þess að hvort sem það hétur einhverjir svona útflutningstollar eða þannig sko. Já, við raunverulega bara að skoða þetta núna og það verið að kalla eftir upplýsingum og sannreina og bara reyna að átta sig á stöðinu og tala líka bara almennt við hlutaðeigandi. Margir hafa samband að eigin frumkvæði, aðra ég að kalla eftir samtali við, þannig að þetta bara nákvæmlega statt þar núna. Ætla sé ekki það ætti að vera samfélagslega sátt það að bara það sem að skila sér nettó í mestum tekjum í þjóðabúið, nákvæmlega. Að það kannski skynsamlegasta leiðin sem þarf að fara. Nákvæmlega, og horfa þá sko til skemmir á lengri tíma og þá ég með vörumerkið í huga. Akkurat. Nú langar mig að rífa þessi handbremsuna og tala þessum fiskeldi. Ok. Og bara dæsir. Nei, þú veist, alls ekki sko. En mér fannst bara handbremsu samlíkingin svolítið fyndin. Sko það við ætlum alls ekki að fara ég ætla ekki að fara djúpt í þá umræðum sko laxa sem að sleppa á sjókvíum og fara upp í einhverja laxveiðiár aðalega vegna þess að persónulega ég ekkert sérstaklega investeraður í því. Ég held að það sé bara atvinnuskapandi fyrir kafara sem geta leikið sér í frostbúningum en ég veit að það eru margir ósámála mér þarna en sko fiskeldi frá því ég man eftir mér svona atvinnugrein sem að hefur svona verið reynt ansi ofta að byggja upp og hrunið inn á milli sko alveg bara frá því á 8. áratugnum en virðist vera að ganga svolítið vel núna og síðustu svona 10 árin á einhverju góðri leið. Þetta stór og mikilvæg atvinnugrein hér á landi. En það eru samt áhöld ýmsar hliðar greinarinnar og eins og ég segi, ég ætla ekki út í laxveiði árnar en sko samkvæmt gögnum mínum eða þessum tölum sem ég með undir höndum þá fiskeldi enn sem komið það rekið með tap eftir skatta mörg ári röð og þrátt fyrir veltuaukningu og vaxandi fjölda starfsmanna og þetta sko 2023 skilaði greinin einhverju rúmlega 1,5 milljarða tapi og ég svona veltaði fyrir mig hvenær má búast við því að þessi grein sem að
skila tapi og að stóru hluta í erlendri eigu fara að skila sér svona almennilega tilbaka til samfélagsins. Og svona, svo það sé sagt, þá veit ég opinber gjöld á síðasta ári voru starf í kringum 2 milljarða, störfin komin yfir 800 sem að greinin skapar, en mér allavega persónulega finnst svolítið mikið ógagnsæi í svona mati á óbeinum kostnaði líka. Það gríðalegt slit á vegakerfi, leggnum hérna vestfirðir og söður vegna flutnings á afurðum, og það annar innviðakostnaður, það sveitarfélög sem þurfa að byggja leikskóla eða halda út í leikskólum, skólum, vegum, heilsugæslu, og tekjurnar að fiskeldinu ekki til þess að hrópa húrra fyrir enn sem komið eins og ég segi, einhver 2 milljarðar í opinberum gjöldum, beinum, þar að vera 3 í tryggingagjaldi, 3 í tekjuskatti og 3 í auðlindagjöldum, og ég svona langar til að varpa þessa spurningu til hvenær sjáum við fram á þetta að fara að skila svona, að ég get allavega að lesa mér einhverja skemmtilega tölur að þetta sé orðið nettó ábátasamt fyrir þjóðarbúið. Já, þetta frábæri punktar. Ég held reyndar sko að tekjurnar af þessari starf sem ég sé nú aðeins meira en þessi samanlögu 2 milljarðar. Já, beinu opinberum gjöldum. Já, ég held að. En það er samt aukatriði í þessu akkurat núna. Sko, það alveg rétt. Þetta atvinnugrein sem að hefur verið tölvöran langan tíma í bígerð, eða svo maður segja, og tekið svona sveiflur upp og niður, og það ekkert óeðlilegt bara við svona risa atvinnugreinar að það gerist. Það er bara eins og gengur. Og ég hérna með við það er ég þegin að það skulle ennþá vera starfandi fyrirtæki hér sem ætli sér að láta reyna á þetta mun skipta miklu máli. Ávinningurinn fyrir samfélagið á Vestfjörðum, ég ætla bara að leyfa mér að taka svo sterkt til orða og segja að það er óumdeilanlegt. Þær hafa verið jákvæð áhrif á samfélagin. Þetta fyrir hægra stað og hefur verið skemur í uppbyggingu á Austfjörðum, en þar þess að sjást staði líka. Og bara ég nefni sem dæmi til viðbóta við störfin sem þetta skapar beint, að ég var fyrir haust fyrir vestan, að því að ég nýt þess í þessu starfi að fá tækifæri til að ferðast landið og hitta fólk, og ég var á viðburð sem heitir Gullkista Vestfjarða, þar sem að fyrirtæki sem starfa vítt og breitt Vestfirði komu saman og sína svona starfsemi sína, og það var algjörlega sama hvaða starfsemi var að ræða, hvers konar iðnaður eða þjónusta. Þetta var alltaf þegar spurt var grunninn að því að þau væri að bjóða samfélaginu fyrir vestan upp á sig þjónustu var fiskeldið. Já. Þar kæmi grunnurinn eða öryggi fyrir einhvers konar starfsemi sem gerði það verkum að það getur boðið íbúum samfélaginu upp á þessa þjónustu. Þannig að þetta er svo ofboðslega mikilvægt. Við erum ennþá með samfélag víða landið þar sem að yfirgnæfandi meirihluti starfa hjá hinu opinbera. Það er auðvitað ekki sjálfbært. Þannig að atvinnuuppbyggingin er svo mikilvæg og ég veit að menn hafa alls konar skoðanir á uppbyggingu í fiskeldi, bæði sjókvíeldi og landeldi, það eru mismunandi áskoranir, en þetta er bara svo mikilvægt til þess að tryggja það að við tryggjum byggð víðsvegar landið. Núna er að koma í upphaf nýs árs mun ég leggja fram frumvarp til nýra laga fiskeldi. Já. Þar sem markmið er að búa til skilyrði fyrir sjálfbæra uppbyggingu og búa þannig svo hnútana að við aukum verðmætasköpun, við tryggjum atvinnulíf og byggðafestu í landinu, en jafnframt að við gerum það á ábyrgan hátt og tryggjum náttúruvernd með ákveðnum hvötum, og í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er einmitt sérstaklega tiltekið að ætlunum sé að byggja upp framtíða fiskeldi þá með hvötum sem að lúta að lokuðum kvíum og ófrjáum fiski. Og þetta eru hvatar sem er verið að vinna þetta frumvarp mun koma með. Af því að þú nefnir erlend eignarhald, þá hefur það líka, eignarhaldi hefur tekið miklum breytingum, og eftir svona bröðsóta byrjun í þessar atvinnugrein, þá var svo komið að það reyndist erfitt að fá íslenska fjárfesta að borðinu. Já. Þeir komu frá Noregi, þar þekkja menn uppbyggingu þessar atvinnugreinar betur og hefðu kannski ástæði til að hafa meiri trú á þessu. En staðreyndin er samt svo að 3 stærstu fyrirtækin
hér á landi eru skráðamarkað, cirka helmingurinn hlutabréfa í erlendri eigu, restin í íslenskri og önnur smærri fyrirtæki eru alveg íslensk. Þannig að það ekki svo að þetta sé fullkomlega, við erum ekki að byggja upp norskt fiskeldi á Íslandi. Nú veit ég næstu fyrirfram svarið frá þér en þú hefur ekki áhuga á að setja eitthvað svona þak á erlendu eignarhaldi á fiskeldisfyrirtækjum á Íslandi? Ég hef miklu meira áhuga, svarið eiginlega nei, sko, ég hef það ekki og svo held ég reyndar ekki að það sé hægt vegna samningsins Evrópska efnahagssvæðið að við megum fara í svoleiðis með svona atvinnugrein, en allavega þá hef ég miklu meira áhuga á því að búa svo hnútana að rammin utan þessa atvinnugrein sé þannig að þeir sem að sýsli með hana þurfi bara að uppfylla ákveðin skilyrði, og þá skipti ekki máli. Ég var kannski aðeins að stríða, sko. Ég veit að þetta var reynt í Færeyjum á sínum tíma, sko. Þeir voru með einhver markmiðum að 80-75% fiskeldis ætti að vera í færeyskri eigu og svo hlaupa upp til hand og fóta og allir auðmenn landsins reynt að fá það til þess að leggja í púk og þá voru ekki nægir peningar til að lausu hreinlega í Færeyjum, þá þurfti að lækka þetta hlutfall, svo lækka henni í 50% og ég man ekki hvort það var fest í 25% eða hvað það í dag í Færeyjum. Það allavega og það sama svolítið upp á teningunum að áhugi íslenskra fjárfesta framanna var mjög takmarkaður eins og segir, þetta var reynt nokkru sinnum, okkur vantaði þekkinguna sem að blessunlega kom annar staða frá. En það bara svona spurningi hvað hægt að gera til þess að tryggja það að almenningur í því íslenska þjóðabú njóti nægilega mikil skóðs að því. Það eru náttúrulega til þær leiðir eins og að gert fyrir nokkrum árum síðan þá kom skip sem heitir Norwegian Gannet sem bara svona dæluskip og mætir í kvíarnar með bara svona stóra ryksugu og tæmir kvíarnar og svo slátrað borð og það siglt með aflan bara til Hirtshals í Danmörku. Sem náttúrulega ekki atvinnuskapandi eða þannig en væri það kannski í lagi eða væri þá bara einhver gjöld sem að því fylgdu sem að afnota gjöld af að því að vera með kvíar. Akkurat. Ég meina þetta eru bara all hlutir sem þarf að skoða vel og vandlega. Við viljum fyrsta lagi þess að verðmætasköpun og byggja hann upp á alþjóðlegri samkeppnishæfni. Öðruvísi gerum við þetta ekki sem útflutningsdrifið hagkerfi. Og þar kemur það til að við þurfum að uppfylla á hverjum tíma strangar kröfur varðandi náttúruverndina og ég enda samfærum það að þessi ekki langt að bíða, þar búum við líka til þessa premju til þess að vera með dýrari afurð og síðan hitt að afraksturinn skili sér að sanngjörnum hluta til samfélagsins. Og þetta bara verkefnið og verður það endalaust og við búum við alls konar áskoranir, fámennir. Þetta eru síðan náttúruauðlindir á annan hátt kannski en aðrar. Ég meina það eru firðirnir okkar sem að mörgum sártum af alls konar ástæðum. Þannig að þetta mér finnst þetta fyrst og fremst vera mjög spennandi verkefni. Vegna þess að við erum í dauðafæri að byggja upp mjög öfluga og sterka atvinnugrein sem hefur mjög mikið að segja fyrir uppbyggingu byggða, góðra starfa, framtíðarstarfa á landsvæðin sem hafa setið svolítið hjá síðustu áratugi. Nú rifjast upp fyrir mér bók sem ég las fyrir mörgum árum með minnum heitir bara The Privatization of Waters sem svona frjálshyggju útópísk bók það ef öll vötn bæði vötn í landi og inn í landi og hafsvæðin öll væri í einkaeigu þá verið að varpa fram með þeim kenningum að þetta væri ekkert vandamáli, það væri einhver einn sem ætti hafsvæðin og ég veit ekki akkur ég skjóti þessu, ég að velta fyrir mér. Þú fá mig til að ríkisvæða þetta? Nei, alls ekki, hináttinni. Ég að velta fyrir mér ef mér langar til þess að dundra niður nokkrum sjókvíum í einhverjum firði á Íslandi. Hvert ferlið núna og er eitthvað í farvatninu að
get ég keypt aðgangað þessu, getur þú lýst þess aðeins fyrir mér? Já, sko, ferlið í dag það flókið og ákveðinlega ógegnsett og ég hef áhuga á því að ná að einfalda það og ég legg áherslu á það að með því að einfalda ferli ég ekki að meina að gera það auðveld sem sagt að draga úr eftirlitinu, að draga úr kröfum sem eru gerða til þeirra. Ég ekki sammála því að það að hafa eftirlit eins flókið og ógegnsætt og kostur að leyfisveitingaferli eins flókið og ógegnsætt og kostur sé gæðamerki á eftirliti eða ferlinu sjálfu. Og einfaldar leikreglur. Já, ég held að ég miklu meira hrifin af því. Það til dæmis þannig að það Matvælastofnun sem sér rekstrarleyfi, rekstrarleyfisveitingu og svo umhverfisstofnun sem sér starfsleyfisveitingu og það eru alls konar flækjur þar á milli. Þannig að ferlið mjög flókið. En undanfarin auðvitað fyrst það burðarþolsmat sem að Hafrannsóknastofnun framkvæmir. Á því hvað fjörður eða hafsvæði getur borið mikið. Akkurat, að gefnum ákveðnum skilyrðum og þar koma bara inn í allir þessi þætti sem við höfum rætt svo oft og mörgum sem sambandi við fiskeldi, það áhrifin á sjóin og það þessi viltu stofnar og annars líkt og síðan það áhættu mati, þannig að þetta tvennskonar. Þannig að fyrirtæki sem hefur huga á nýtt fyrirtæki, það eru fyrirtæki núna með þessi leyfi og þau eru ekki að framleiða upp í fullt leyfi enn sem komið og það bara að þetta ennþá í þróunarfasa þetta ennþá bara í uppbyggingu. Núna reyndar Hafrannsóknastofnun svona held ég og samráðsnefnd það svona loka metrunum með að klára nýtt burðarþolsmat til næstu ára en það til dæmis núna var ég bara að kalla eftir því að Hafrannsóknastofnun kláraði burðarþolsmat á Mjóafirði fyrir austan. Það hefur verið kallað eftir því lengi. Lögin eru núna þannig að þegar Hafrannsóknastofnun vinnur þetta mat en birtir það ekki fyrir en að ráðherra málaflokksins kallar eftir því og ég hef fengið mikla hvatningu að austan að klára þetta mál og nú hef ég beðið Hafrannsóknastofnun að gera það. All right, þú ert að segja mig fréttir hérna. Já, ég að segja fréttir. Ég hef ekki lesið neitt þetta ennþá. Nei, það bara þannig. Það ekki komið frá þeim en þetta sem sagt það þarf að liggja fyrir þetta burðarþolsmat til þess að hægt sé að taka næstu skref og hugum minn stendur þá til þess að bjóða þetta út, þetta eldisvæði í Mjóafirði þegar matið liggur fyrir. Spennandi. Það hérna, þá allt eins hægt að sjá fyrir sér að Mjóafjörður verði, hvað maður að segja, ekki að brothætt byggð eins og Mjóafjörður í dag. Nei, og auðvitað ef að væntingar standa auðvitað til þess að þetta styðji við byggð líka bara í sveitarfélaginu. Já. Almennt, sko. Það nú ekki margir íbúar í Mjóafirði akkurat núna, en það getur breyst, en auðvitað hangi svona upp bygging líka, hún fer saman við svo innviða uppbyggingu, hvort sem það eru samgöngur eða þú nefndir áðan skóla og leikskóla og annars líkt og það er auðvitað það sem þetta helst í hendur. Það síðan hitt sko og það skiptir ekki máli hvort það fiskeldi eða einhver önnur svona stór atvinnugrein, af því að nú erum við til dæmis að horfa upp á stöðuna á Bakka fyrir norðan og ég var þar einmitt á fundi núna bara á laugardaginn þar sem eru mjög stórhuga hugmyndir og allir einhvern veginn að leggjast á árarnar að byggja upp atvinnulíf þar en það kemur líka mjög skýrt fram hversu erfitt það þegar atvinnuuppbygging á einhverju einu svæði byggir á einu fyrirtæki eða einni tegunda starfsemi. Þannig að fjölbreytnin hlýtur alltaf að vera lykilatriði, ekki bara til að reyna eins og kostur að koma í veg fyrir að áföll í einstaka atvinnugreinum eða fyrirtækjum hafi víðtæk áhrif á viðkomandi svæði eða byggðarlag, heldur einfaldlega líka til að bjóða fólki einhverja valkosti, hvar hefur það huga á að
að starfa og búa sér til feril, mennta sig eða hvað það sko. Þannig að það hlýtur alltaf að vera þessi fjölbreytileiki og valfrelsi fólks hlýtur líka að þurfa að vera útgangspunkturinn. Heldur betur. Og þess vegna fiskeldi þarna, stórt eða lítið, bara svo mikilvæg viðbót við það sem í gangi. Því að þú ert hálfdönsk, þá verð ég að segja það þegar ég flutti til Danmerkur og fór að skoða svona hagtölur danskar, þá fékk ég pínu áfalla því ég var vanur því að sjá íslensku kökusneiðina eða íslensku kökuna það sem að verð landsframleiðsla skiptist eiginlega bara í þrennt hér á árum áður, það var bara sjávarútur, stóriðja og ferðaþjónusta. Akkurat. Og svona og innan við fjórðungsgeiri var allt annað. En kakan danska þegar ég flutti út 2017 stærsti einstaki liðurinn var fyrirtæki Mersk, bara flutningafyrirtæki Mersk með einhver 6%, þar á eftir kom svínakjöt og svo þetta sem sagt bara svona eins og að skoða mínútuvísana á eða geirana á klukku. Þetta svo fjölþætt hjá dönunum. Svona gera þjóðir þetta sem hafa ekki þessar ríku náttúruauðlindir. Akkurat. Það þurfa að hugsa út fyrir bóksi sko. Svo reyndar fer maður til Grænlands og sér að 90% af þeirra verkefni landsframleiðslu byggir eingöngu á fiskveiðum sko. En þetta áhugavert. Ég varandi fiskeldi svo því sé haldið til haga, þá ég aðeins að stríða með þessum spurningum. Ég átta mig á því að hvort sem maður að byggja upp fyrirtæki eða heila atvinnugrein, þá byrjar þetta allt með fjárfestingu þar sem þú ert að trúa á að eitthvað glæðist í framtíðinni. En trúin sem sagt, hún er mikil hjá núverandi ríkisstjórn. Já, við trúum því og ég trúi því að við séum komin á þann stað núna með tæknina að við getum farið að byggja þetta upp og það sé raunhæft að setja ákveðna hvata sem leiða fyrirtækin í þá átt að byggja upp þessa starfsemi á hátt sem að hefur sem minnst neikvæð áhrif á íslenska náttúru. Og auðvitað segja okkur allar tölur að þetta afurð sem mikil eftirspurn eftir og vaxandi eftirspurn eftir þessari matvælaframleiðslu. Við eigum mikið undir að gera þetta vel vegna þess að við aftur talandum orðsporin á íslensku sjávarútvegi, en á sama skapi það orð sem fer af Íslendingum sem sjávarútvegsþjóð hjálpar líka til við þetta. Þannig að mér finnst þetta vera mikilvægt verkefni, já. Ég held að þau eru samt að lyfta einhverju grettistaki í markaðsmálum fyrir íslenska lags. Það við erum ekki ennþá komin á þann stað að fara út á veitingastað í Bandaríkjunum og sjá Icelandic salmon eins og með norskan eða síleskan. Það er það orðið að einhverju svona gæðastimpli þetta. Þarna þarf að vinna svolítið verk. Algjörlega. En það nú kannski eðlilegt í svona barnungri grein sem að íslenskt fiskeldi er. Algjörlega, og mér finnst eðlilegt að það fylgja eftir. Ég meina, við þurfum bara að sýna að við verðum með bestu afverðina og ég til okkur að hafa alla burði til þess. Þá átt ekki eftir að verða mjög flókið. Má ég spyrja einni spurningu í lokin. Nú það þannig að hvað sem að fæst við, hvað sem að vinna á lager eða í skrifstofustarfi eða eins og ef ég seti í samhengi að vera út á sjó, mér fannst alltaf langskemmtilegast að fara niður í lest, stapla kössum og maður svona hreinsaði hugan og fekk líkamlega útrás. Af þeim málaflokkun sem að þú fæst við í þínu ráðuneyti, hvað er svona það skemmtilegasta sem að þú farð að kljást við? Já, þetta er mjög áhugaverð spurning. Ég held ég verða svarinni og það er alveg hreinskilna svarið. Það fer ekki niður á málaflokka. Sko, ég þrífst á samskiptu við fólk. Mér finnst alveg ópslega gaman að ég samskiptu við fólk og það fæ ég sannarlega í þessu ráðuneyti. En það að fara út og það þarf ekki að vera út á land, það alveg hér í Reykjavík á þéttbýlissvæðinu, en það sem kemur saman mikill fjöldi fólks með eitthvað fjölbreytt og það gerist frekar út á landi, það er svona minni fjölmenn sérhæfing að fara, hvort sem það einmitt á Bakka eða fara austur og hitta fólk sem að koma saman og gera spennandi hluti eða vestur,
það svo mikil jákað orka í loftinu, þá svo frábært, einhverju myndi segja bara að komast í tæri við raunhagkerfi sem sennilega líka bara rétt, það svo frábært. Mér finnst það það fer ekki að með brosi eftir svoleiðis daga. Það þegar þú kíkir á dagskrá dagsins í kalendar í símanuðinum á morgnana, þá þetta það sem þú hlakkar til mest, persónulegu tengslin. Þeir eru yfirleitt ekki svona dagarnir og það kannski þessna sem ég þykir svo vænt það, en það eru dagarnir sem ég næ einmitt að gera þetta og bara spjallaði fólk sem að gera áhugaverða hluti, það má alveg vera kvarta undan hlutum líka, það bara fylgir eða óska eftir einhverju, en bara sjá eldmóðin og það alveg sama hvort að það verið að tala ferðamenn eða fisk eða ost eða kjöt eða bara eitthvað sem verið að gera og verið að hugsa til framtíðar og prófa eitthvað nýtt og reyna að færa hlutina áfram. Og finnur fyrir eldmóði annara og drifkrafti. Þetta ráðuneyti náttúrulega gullkista. Frábært. Eitthvað sem þú vilt skjóta inn að lokum? Mér hefur þótt þetta alveg gríðilega skemmtilegt samtal. Sömuleiðis. Ég bara fæ ég bara leggja inn gott orð og fá að koma bara aftur eftir einhver ár og ræða það sem hefur ánist. Endilega. Ég verð með þetta sköpun. Frábært. Við tökum stöðuna ef að segja það. Við tímasetjum okkur eftir ár og sjáum hvernig þetta gengur með höldum áfram með þessa þurru umræðum veiðigjöld og fiskeldið. Nei, en við tökum stöðuna aftur seinna. Ég hlakka mikið til. Takk kærlega fyrir að koma. Sömuleiðis. Takk fyrir.